Já, komið þið sæl og velkomin í vikuskammtinn. Það er föstudagurinn 27. þetta ekki? Það er 7. 28. 28. Já, svona er ég fróðum dagana. Ég heiti Marja Lilja og ætla að vera hérna með ykkur, góðum gestum mínum. Unnur Andrea, þú ert fjöllistakona. Já, ég er fjöllistakona. Ég er tónlist og myndlist og svona. Ýmsu svona lífskúnsnir. Já, lífskúnsnir er mjög flott. Það hefur alltaf verið svona, hvað ég var að segja, svona eitthvað sem að mig hefur langað til þess að vera kölluð, titluð lífskúnsnir. En einhvern veginn aldrei gengið hjá mér. Ég get alveg titlað það. Já, takk. Hérna frá sko, ef þú vilt. Telma Harðardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi í Borgarbyggð, þú verður velkomin. Þú hefur komið til mín áður. Já. Þá vorum við að ræða vindmyllurnar. Hvað standa þau í verkefni núna? Það er fréttir slítið. Við erum svo sem erum að klára að koma frá okkur aðalskipulagi nýju, þar sem að er í fyrsta skipti kveðið á svona þætti sem að snúa að vindorkunni. Ég er nokkuð ánægð með þá vinnu sem við fórum í þar. En að öðru leyti þá er ég búin að vera bara bólakaði fjárhagsáætlana gerð og sitja fundi með öllum stofnunum sveitarfélagsins og svona. Þannig að það var mjög skemmtilegi mánuðir. Og Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Þú hefur líka komið til mín áður. Já. Því að við reyndar öll komið til mín áður. Já. Og ég hef líka legið við svona fjárhagsáætlunum sveitarfélaga. Það er mjög langt síðan. Og ég er mjög fein að vera ekki að því núna. Þó að sé svona rosa skemmtilegt. Hvað er svona frétta hjá Geðhjálp þessa dagana? Það er nú mjög margt að frétta hjá Geðhjálp. Við erum bara í okkar verkefnum og þau eru endalaus. Við erum nýbúin að ljúka, það var námskeið, hvað ég var að segja, þetta eru fólk sem að bæði heyrir eða skynjar heiminn öðruvísi, svona raddir og sérstakar skynjanir og starfsfólk, fólk sem starfar með. Við vorum með þetta námskeið, þetta eru þrjár vikur, mjög ítarlegt, 82 tímar, svona óhefbundi nálgun, af því að geðheilbrigðismál eru svona svolítið pökkuð inn í ákveðna svona lyfjaformúlu sem er ágætt en stundum er gott að gera eitthvað alternatíft. Já, hendar ekki öllum. Nei, alls ekki og þetta var mjög gaman. Við erum nýbúin að þessu og svo erum við að fara að vinna mikið í því sem heitir Skjólshús. Það er annað, við skulum ekki fara að opna á það þá sko, það Pandora box því að þá tala ég bara. Já, þú voru bara komið sérstaklega að tala það. Eldar Ástórsson, hann er nú ekki kominn til okkar ennþá, hann er einhverstað fastur í umferðinni, hann kannski að hlusta á okkur og er að flýta sér mjög mikið, en hann er markastjóri Faxaflóahafna og hann verður kominn hérna bara eftir smástund. Þetta er alltaf svo lifandi og skemmtilegt svona fastum, það er bara fólk dettur inn eftir hentisemi. Fréttir vikunar, við vorum reyndar að tala það hérna frammi að það er svo vondar fréttir oft. Maður talar aldrei það sem er bara gott og skemmtilegt og sleppur fréttunum. En við ætlum ekki að byrja á því í dag. Þó að það verður ég lofa að það verður mikið fjör hjá okkur, svona í bland við alvarleg mál. Þetta er nú kannski, fréttapunktarnir eru nú ekkert í sérstaklega röð, en ég er svona langar að tala lögmanninn sem var hneftur í varðhald. Þetta var svona mál sem var rosa stórt og ég fylgdist sérstaklega með svona samfélagsmiðla umræðinu í kjölfarið. Það var svona fólk skipti sér í fylkingar og vildi meina og það snertir á þessari útlendingaandúð sem hefur verið ansi áberandi í samfélaginu. Tókuð þið eftir þessu máli eitthvað sérstaklega? Sko, það fyrsta sem ég hugsaði þegar ég sá bara fréttirnar, af því ég las svo ekki svo mikið athugasemdirnar, að þetta virðist tengja þessu máli frá því í sumar, þar sem voru þessar húsleitir og miðað við svona það sem var sagt frá hans málalyktar, eða svona máli í þessu öllu saman, að þá hugsaði ég, þetta er eitthvað miklu stærra. Þetta er ekki bara eitthvað húsleitir og fíkniefnadót, þetta er eitthvað miklu stærra og við eigum eftir að heyra miklu meira af þessu heldur en er komið fram. Þannig að ég ætla ekki að draga meira ályktanir en það, en það var nú það sem ég tók með mér út úr þessu, sko. En eðlilega þá sprettur upp svona umræði eins og þú segir. Þetta er svona, virðist vera lögmaður sem hefur verið að vinna í hlutum sem kannski ekki allir eru sammála og bara fá heyrt líka þessi lögmaður sem er eftir í varðhald. Það er nú bara,
Ég man ekki eftir svoleiðis, sko. Já, ég man eftir nokkrum. Já, eiginlega alltaf þessum sama. En það er kannski Það hefur alveg komið, lögmenn bara, við erum öll bara breskir menn, eins og maðurinn sagði. En það sem er kannski bara ágætt að sko, það er svo skrítið mitt, það er ekki takt að mig langaði svo mikið bara, við myndum bara að segja eitthvað fallegt, þetta er svo leiðilegt, að þú opnar eitthvað, það er eitthvað mál, eitthvað bara sem að tengist bara einhverju, og það er alltaf komin einhver þessi flötur á málinu, að þetta séu, vondu útlendingarnir eða góða fólki eða eitthvað, og svo slást þeir eitthvað sem að sko, hverju, þetta er bara einstaklingur að gera eitthvað og hvort hans brjóta af sér eða það kemur í ljós, það er eitthvað sem við þurfum ekki að vita neitt sérstaklega skilur við vitum það seinna, en það er þetta sem að er pínu svona kannski það sem er eins og núna gerist í Bandaríkjunum að það er maður sem að kemur ljósi á maður sem var ráðinn af Bandaríkjastjórn til þess að njósna fólk og vinna fyrir Bandaríkjastjórn í Afganistan og þarf auðvitað að fara frá landinu þegar Bandaríkjamenn fara yfirgefa landið því að hann er náttúrulega bara, það eru margir sem vilja hann feigan í Afganistan og kemur til Bandaríkjanna og eitthvað gengur eitthvað illa þar og hann endanum þá myrðir hann mann og skýtur annan og þá viðbragði, við þurfum bara að loka landinu fyrir öllum útlendingum sem eru brúnir eða einhvern veginn skrýtnir á litin og eða koma frá einhverju landi og þetta er svona, þetta er sem viðbröð. Akkurat. Þetta er svona, það er bara svona, við bara förum bara strax í eitthvað svona og ég hlusta eitthvað og ég bara, þú ert fíbl og þú ert fáiði þetta er bara aftur, hvað erum við að fara að gera skemmtilegt helgina? Já, hvað erum við að fara að gera skemmtilegt? Og þá slökkva allir á sjónvarpinu, það er allt í lagi. Eldar, þú ert alltaf að gera eitthvað skemmtilegt helgina? Sko, ég er að byrja helgina hérna. Þannig að mér finnst það nú bara að vera bara mjög gott start, sko. Verstu velkomin. Takk hérlega og bara takk fyrir að bjóða mér og gott að sjá okkur. Já, hvað er maður bara að gera helgina? Ég ætla að fara með fjölskylduna á morgun. Það hefur verið að tendra ljósin á Hamborgartrénu við höfnina. Já. Og þetta er svolítið falleg saga, sko. Þetta er 60 ára hefð og 60 ára afmæli í ár, sko. Og það eru jólasveinar og það er fiskisúpa og skemmtilegheit. En tilurð trésins er sem sagt að sjómenn í Hamborg sendu alltaf jólatré, byrjaði 1965, búin að gera í 60 ár, til að þakka fyrir góðmennsku íslenskra sjómanna í Hamborg. Því að þeir voru að gefa fiskisúpu þegar þeir voru að landa og gáfu aðalega börnum en held ég bara borgarbúar sem voru í neyð og eftir það var alltaf sendt Hamborgartré til Íslands og þannig að ég ætla að vera þar á morgun og sjá jólasveina koma siglandi inn höfnina og vera með börnin þar, sko. Já. Það er æðislegt. Þetta er í stríðinu, sko. Þetta er rétt eftir stríðið og það gáðir og þau voru að koma með alls konar niðursögudósir og svona, þú voru bara rosalega góðir við fólkið í Hamborg. Þetta er alveg dásan að sagja og ég fagnaði þessu. Já, við markasetjum þetta saman hérna bara. Ég er alltaf að fara að mæta núna. Þetta hljómar mjög vel. Það er mjög fallegt, sko. Svona voru Íslendingar nú eins og góður og gjafmildir við fólkið í kringum sig. Já, erum við það ekki lengur? Ég held það nefnilega. Ég held að svona almennt þá séu Íslendingar þannig. Ég held að það gleymist einmitt oft líka í umræðinu að þetta er svona hávaði í ákveðnum hópi. Og hann er fyrirferðar mikill á samskiptamiðlum og kannski fréttamiðlum þar af leiðandi því að fréttamiðlarnir eru oft mikið í að pikka upp fréttir af samskiptamiðlunum. En ég held að svona í grunninn séum við nú öll bara frekar góð, sko. Maður kannski fara að setja þetta upp svona þannig að við tölum bara rosalega svona 90% er bara svona fallegt svo erum við alltaf með eina svona litla kjarnorkusprengju, svona drullu skíta neikvæða sprengju sem að fréttina pikka sérna upp, sko. En allan að, þú veist, þá getum við verið við svona því það er það sem kemur alltaf í fjölmiðla, það er alltaf þetta vonda, þetta alvarlega. Akkurat, og það er annað svona, það var Þóra Kristín og miðflokksmenn, en Þóra Kristín var að svona velta fyrir sér, hún var að velta vöngum svona yfir því, hvað í ósköpunum fengi ungt fólk og fólk í heiminum til þess að hún sagði, svona kjósa miðflokka heimsins og það voru hún að tala auðvitað þessa sem að fara svona til öfga hægrisins.
og hún setur þetta einhvern veginn svona í samhengi við að, ég meina það er þverrandi læsi og svona eitthvað skilningur og meðal fólks og það er og þetta var nóg til þess að Snorri Másson fór að gráta á sínum samskiptamilum og það varð að frétt og aftur erum við komin í bara svona nýtt menningarstríð eða það eiginlega samt alltaf það sama. Alltaf það sama. Alltaf það sama. Það er þannig sko. Já. Líka vegna þess að hún var kannski bara enduróma því sem maður var akkurat að tala í Bandaríkjunum þegar Trump var kosin síðast sko. Að þegar maður hlustaði á hana var bara svona já, þú ert bara að benda á það sem gerðist þar sko. Og þannig að þetta kom ekkert eitthvað spánst fyrir sjónir sko. Nei. En að mörgu leyti að þá ég hef alveg skilning á hvað alda er í gangi þó ég sé ekki hlindinni og þannig að mér fannst þessi hvernig hann stökk upp og nefn sér hann Snorri með hann kannski algjör óþarfi sko og síðan að vera apaða eftir honum líka að vera búið til ykkur fréttir það. Þetta er það sem að heldur fjölmiðlunum gangandi við sem það sýnir núna er farið að draga úr fréttum, ætlar að hætta með kvöldfréttur helgar og fjölmiðlar standa hans illa þannig að en það er eitthvað í þessu viðskiptamódeli sem að greinilega gengur ekki upp að taka bara upp af Facebook og búa til svona fylkingar. Já. Ég hugsa að það sé virkið samt sko. Það er það sem að það er ástæði fyrir því að það eru sko þessi, þú veist, kommentakerfi. Þau eru þarna til klikksins til þess að, og þú veist, ef þau eru ekki, þá klikkar ekki jafn mikið og þá getur ekki selt jafn mikið á auglýsingum og það er þessi, þú veist, þessi skautun er alltaf best fyrir viðskiptamódelið, því miður. Það er það sem er vont og hvort sem að Snorri hafi rétt fyrir sér eða Þóra, sko, það er algjört aukatriði, það er bara að við séum að rífast og skoða þetta svona og sé mikil átök, það er langbest og það er mjög víða. Og Snorri veit náttúrulega alveg hvað hann að gera með þessu, það er náttúrulega bæði mjög þægilegt að vera svona, veit að sem svona miðaldra kallmaður að vera svolítið svona fórnarlamb, það er bara mjög góður staður að vera á sko, en svo er hann auðvitað að setja þetta líka fram í svona, hann veit að við erum að ræða þetta hér, þetta er í umræðinni og það gagnast held ég bara honum og miðflokknum greinilega sko. Og kannski síður út af maður á leiðinni hingað þá kerir maður fram hjá Valhöll sko, það er síður það hafa verið að taka við öðrum flokkum þarna á þessum væng sko. En svo veit ég ekki, veist, að vera að tala oft skautun og við séum öll svona í einhverju fylkingum sem eru auðvitað einhverju liti rétt sko, en þetta er samt ekkert nýtt. Ég man sem barn var ég bara að spurja og af einhvern tímann hvað þau höfðu kosið þegar það var kosningadagur, ég var bara fannst það eitthvað áhugavert sko og það var bara kippt í mig og ég bara hef ekki séð mömmu og pappa svona reið bara aldrei, þá mátti bara aldrei tala pólitík í þessu samhengi, þú veist, þú ætti bara að spyrja hvað voru það að kjósa og þá er þetta á tíma þegar það er vinstri og hægri, það er fólk með eða móti hernum og bara til að halda fjölskyldum saman og öllum í góðu geimi sko, þú veist, þá bara tölum við ekki pólitík hér. Þannig að þú veist, í dag eru samt við öll oft í sömu partíunum, sömu samkomunum og allt það, mismunandi skoðanir, okkur finnst gaman að munnhöggvast í fjölmiðlum, okkur finnst gaman að vera í kommentakerfum og allt svoleiðis. Þetta er kannski aðeins meira áberandi núna, en ég held að þetta hafi alltaf verið svona, að við séum svona, þú veist, ég man bara þegar maður var að alast upp, þá skiptist maður í fylkingar eftir sko, bara tónlistarsmekk og tísku sko, og Ég hlusta á Prodigy í laumi að því að ég var búin að velja með Britpopið. Já, mjög góð, ég geti Nirvana, Nevermind sko, og bara faldana heima út af því að ég var ekki að hlusta á rock sko. Það er svo mikil rígur alltaf milli, þú veist, rocksins og þeir sem voru í elektrónik. Já. Þeir sem voru í Mosesbæi til dæmis, ég fór til maður þangað eitthvað partí og þá sagtu mig bara ef þú hlustar ekki, fylgur ekki Metallica, ertu dauð? Ertu dauður? Og maður eitthvað, já, hvað við fíla bæði eða eitthvað, þú veist, það var bara rosalega fylkingar. Já, það var alltaf bara, það mátti ekki. Það mátti ekki, sko. Þetta er annað í dag, aðeins meiri svona, þú veist, að því nú er allir bara á netinu í sínum eigin svona heimi, í sínum svona subgenre, þú veist, og það er einhvern veginn Krúttið bjargaði okkur svolítið sko, ég meina það var, ég kem líka mjög hardcore sko úr því að ég hef mikið í tónlist. Mikið úr krúttinu? Nei, krúttið bjargaði henni sko. Þá mátti ég hlusta á Duran skiljið, þú veist, það mátti ekki gera það í gamla daga sko. Svo þú maður að hitta, þú veist, þú maður að vinna með þessum krökkum og þau eru bara að hlusta á allt.
og vinna með öllum. Þetta svona, fyrir svona 15-20 árum þetta breytast í þetta. Það tekur alveg yfir bara það að það eru allir að vinna með öllum, allir elska alla, þó þau kannski gera það ekki, en svona það eru svona þessi nálgun. Mér fannst hins að með ömmuðin og afa á þetta, það alveg rétt, það var alveg hardcore og fólk náttúrulega fekk ekki vinnur og fólk fekk ekki að, það var mjög hart. Hins að það sem að kannski ég sakna, að það var þannig að það var alveg brjálaður, að ég var brjálaður alveg, búin að vera brjálaður í áratugi, sko, og skrifaði ég grein í Morgunblaðið. Og þá byrjaði maður að skrifa greinina, svo þarf maður að fara með hana, prenta hana út úr tölvunni á þeim tíma, það var ekki komið internet, fara með hana upp í ritstjórn og skilja hann eftir þar. Þá var búið að lesa hana yfir fyrir mann eitthvað svona og síðan hringir einhver blaðamaður í mann og segir, heyrðu, já, nú erum við að hugsa að setja greinina á morgun eða hinn. Þú veist, maður búin að fá svo marga svona stoppara. Núna sitja allir, alveg brjálaðir og skrifa bara strax. Klára ekki eins og fara í stafsendingar. Og eru jafnvel búin að, þú veist, ég veit ekki hvað. Og það bara núna. Þarna var maður með, sko, og ég var ónefndur maður sem að ég þekki, sem að ég var með mjög náinn. Hann átti til að skrifa greinar í skrýtnu ástandi og þá hringdi alltaf styrmir í mig. Og jæja, Grímur, hvað segirðu gott? Ég hérna með grein eftir mann hérna, veistu hvernig hún líður? Ef ekki að geyma þetta þess? Jú, geyma þetta. Og svo kom aldrei greinin. Að því að viðkomandi síðan hafði síðan samband, ekki að ég sem að sleppa þessari grein. Það var bara, bufferinn svo góður. Það svo gott að hafa hennan buffer. Já. Þetta ekki ritskoðun, þetta hugsun, þetta svona... Og það það sem ég finnst verra í dag heldur en þó skauturinn hafa þú fékkst ekki lán, þú fékkst ekki vinnu, þú veist það var að fara illa með fólk, þú ert að flytja til Danmerkur og eitthvað svona, að svona, Já, ég held að, ég svolítið hlýtt þessu. Það var frétt, það var talað að Evrópusambandið ætlaði að fara að banna samskiptamiðla börnum yngri en 18 ára eða 16 ára og á móti komu ungmenni einhvers staðar úr heiminum, ég sá ekki hvaðan þau voru, en þau sögðu, getum við ekki frekar bannað ógeislegt efni sem hentar ekki ungmennum á samskiptamiðlum. Og sem alveg svona mjög valid punktur en fyrst við ætlum að fara svona vasast í þessu þá ættum við kannski að vera með svona breathalyzer á Facebook eða það er óslega góð hugmynd. Bara að taka púlsi líka þú tók nei, og þetta yfir 100 nei, það er ekki nánu niður í 60, þá getur það fengið að skrifa. Ég segi, látum þetta bara allt gossa, það er bara flott sko, því annars fer þetta allt inn í einhver svona miðjumóð og allt rosalega svona kurteist og hefðbundið og eitthvað svona allar greinar að búið að skoða þetta allt og svona í staðinn fyrir bara að leyfa fólki bara skjóta sig inn sko. Þá þau bara rosalega mikið litróf en þá þurfum við líka að vera umburðarlynd og átta okkur á að viðkomandi kannski í annarlegu ástandi eða eitthvað svoleiðis. Ég ætla kannski ekki alveg að taka ómikið mark á þessu. Ég ætla ekki að vera að ræða hérna Snorra Másson eða einhver aðra þú veist út allan daginn og hann bara ég átta mig bara þetta kemur úr þessar átt, þetta kemur úr hinni sko. Og bara svona, reyna að njóta bara, sko. Einmitt. Ég held sér gott að njóta, en mér veist allt í lagi að minnast á það, að kannski er gott að minnast á það við umburðarlyndi gott og umburðarlyndi líka þegar þú ert að skrifa eitthvað eitthvað. Ég meina, mér veist allt í lagi að, þú veist, þó ég skrifi ég með einhverjar skrýtna skoðanir, það er allt í lagi. En ef ég segi alltaf að elda sér fíbl og fáið og drullusokkur og pungur og landráðamaður, ég veit ekki hvað og hvað, rasisti eða ekki rasisti, ég veist ekkert sexy við það, þú veist að fá það allt út. Enda myndi Grímur engin trúaðir. Þessi málflutningur bara ekki trúaðir. Þú á Facebook, ég fór út með ruslið. Það er svona, þetta er Facebook-fæslu eldast, þannig að það er maður sem hefur ýmislegt að fela. Já, hann er einmitt, hann er, sjáu þann bara. Það er bara að reyna að gefa af sér, sko. Ég gaf konunni straujátt. Er þetta svona gamla fæslur sem voru þannig? Já, hann er bara að gera þetta. Já, nema, þetta hefur aldrei hægt. Farið í búð eða eitthvað svona. Svo Felix að ég keypti hann, það er uppþóttalaug. Maður vill bara gefa af sér á þessum samfélagsmiðlum og allir hafa sinn stíl sko og svona stílbragð. Já. Asbest í vatni, þetta var frétt sem að fór nú fram hjá flestum.
en hún var vinsalust á MBL í allavega 2 daga. Það kemur í ljós að það eru gamlar asbestlagnir sem eru svona orðnar svolítið húsi gengnar víða landið, bara miklu leyti á Skaganum og eitthvað á Nesinu og í Reykjavík og svo bara eitthvað staðar, annar staðar á landinu líka. Ég haldi að þetta hafi ykkur áhrif á okkur. Asbest, það ekki bara neitrað, eina sem ég veit ekkert þess að frétta magnið af þessu asbesti eða getur Nei, það er enda fylgdi ekki sögu. Hvort að vatni væri raunverulega mengað, en þetta var svona, var fyrirspurn sem einhver hafði fyrir að senda á veitur og spyrjast fyrir hvort að það væru gamlar asbestlagnir sem að héldu utan vatnið og jú, það er mikið rétt. En þetta er auðvitað mjög sterkt efni. Já, algjörlega. Þetta er náttúrulega ekki þar fyrir, ég veit ekki allt asbest, en ég þurfti aðeins að kynna mér þetta fyrir nokkrum árum síðan og asbest er náttúrulega hættulegast þegar þú andar þig inn og ég spurði ChatGPT, er það sama eða þú drekkur og það er ekki þannig, en þetta er nú ekki eitthvað sem er ætlað mannslíkamanum, þannig að það er kannski ekkert sniðugt ef þetta rofnar og fer út í vatni, en mér skilst samt að þetta sé ekki í þeim búningi að þetta sé að menga frá sér dagstaglega, en ef það verður rofa á sig þá náttúrulega er komið asbest út allt. Aðamálið er síðan að losa sig við það, það er vandinn, þegar maður þarf að reynsa upp lagnirnar eða eitthvað svona, það er eiginlega betra bara að nota þær. Já, og bara leyfa sér vera. Og bara krossa fingur. Þetta er svo húsin, það er svo vond að rífa þau þegar asbestið. Já, akkurat. Já, ég bjó í íbúð á Njálsgötunni, það var svona asbest í veggjónum á hæðinni fyrir ofan og lenti því að það var svona gæjari hasmasút sem að svona búningum og þeir svona bönguðu og svo ekki fara út þennan inngang og það var bara lokað í einhverja daga, Þetta er nefnilega óttalegt eitur, Við lentum í því, við fengum í Borgarbyggð fengum áætlun og niður ef á húsi sem við þurftum að rífa og ég held að það hafi 4-falda eða 5-falda kostnaðin þegar það var farið síðan að rífa og það var alls konar svona stöf hvort það var asbest eða hvort það var asbest og eitthvað annað en þetta er svona einhver óvinnur sem er í alls konar svona innviðum en þetta er líka eitthvað sem að mér skildist, það kosti líka alveg opaslega mikið að laga. Þannig að það er nú líka kannski þess vegna sem að þetta stendur ennþá svona, Þetta var efni sem að mitt, bara þetta var helvíti gott, endist í 100 ár. Já. Og nú eru 100 ár liðin. Já. Þetta er svona klassískt, þetta er svo loftslagsmál. Þetta er bara í fínu lagi, það er allt í góðu hér, en þetta er 100 ár, það er annað mál, en við erum öll dauð þá. Akkurat. Já. Þú ert svolítið inn í loftslagsmálunum. Já, ég reyna að kynna mér þetta. Og ekki þar fyrir það er voða gott þegar það er eitthvað sem getur bara verið, maður þá ekki endurnýjað en svo spurning, hvað gerist þegar við þurfum síðan að breyta einhverju eða endurnýjað, það er vera. Akkurat. Það er svolítið eins og með plasti kannski. Já. Það er orðið svona vandamál allt í einu. Trump, hann er náttúrulega í fréttum okkar með einasta degi, einfallega vegna þess að hann er stór furðulegur maður og segir bara það sem hún dettur í hug. En núna er hann að koma á friði. Hann er að stöðva sitt 8. stríð, segir hann. Og hann er Vel gert. Já, setur fram þennan lista með 28 punktum sem að Úkraína hefur núna aðeins breytt og er svona samþykkt með einhverjum fyrirvara. Rússar hafa ekki ennþá svarað, það voru allavega ekki búnir að því ég kíkti á þann. Haldið þið að Trump eigi eftir að koma á friði bara í veröldinni? Nei, ég held að það hafi verið örugglega fyrsta fréttin sem var færið af þessum lista og þegar maður var að hlusta á þessa upplýstun frá honum að náttúrulega gjörsamlega blöskraði eins og bara alltaf þegar hann opna munnin en maður hugsaði strax auðvitað gengur Zelenski ekki að þessum óskum og ég er voðalega fegin að sjá að Evrópa stendur á bakvið Zelenski í þessu vegna þess að þarna fær Pútín allt sem hann óskaði sér, svo gott sem og Bandaríkjamenn líka kannski svolítið að teygja sig inn í Úkraínu sem er ekki að mínum að það allavega þeirra að gera en þetta er svolítið fróðlegt hvað gerist núna hvort að Pútín nenni yfir höfuð að svara sig eða hvort hann haldi bara áfram það er svona auðvitað sorglegt að horfa hvernig það er þannig svolítið bara eins og var með Palestínu og Ísrael að vondi kallinn getur bara einhvern veginn haldið endalaust áfram það er ekkert sem stoppar hann Nei.
og einmitt alveg sama hvað fólkinu finnst Já. og einhvern veginn ég verðast þessi svo öfl einhvern veginn geta bara unnið svona áfram og einmitt að því og talandi Palestínu þar búið að vera hið meinta vopnahlé ástandi líklega aldrei verið skelfilegra bara á Gaza fólk ennþá að deyja úr hungri og verða undir skriðdrekum og hérna eða skotið á færi þetta svona þessi hryllilega saga einhvern veginn og þetta svona hvað ég segja þetta svona hvað maður upplifa sig eitthvað svona lítinn og eitthvað auman gagnvart þessu. Algjörlega. Og það svona svíður vegna þess að ég held ég hef lesið frétt það áðan að Pútín ætlar sér ekki að styðja nokkurs konar vopnahlé eða að taka þátt í svoleiðis umræðum og það akkurat þegar menn ekki einu sinni tilbúinir að sko íta smá á pásu að þá verður maður svolítið lítill einhvern veginn. Manni finnst vera svo óralangt í einhvers konar friðið að sigur þegar að menn leyfa sér að tala svona. Þetta við tókum, sko það þessi mistök að hafa talið að hann ætlaði sér einhvern tímann Trump að vinna, þú veist, hans hagsmunir eða hagsmunir Bandaríkjanna sem eru einhvern veginn mjög skrýtnir hvort það séu hagsmunir Bandaríkjanna en allavega. Við héldum lengi að hann væri kannski að því hann kom stundum og sagði nú Pútín búinn að gera nóg og það einhvern veginn við létum þetta ganga lengi en útspilið klassískt Trump samt að því hann alltaf í þessum apprentice-leik þarna sem hann alltaf að gera samninga og í svona samningatækni þetta eins og, veist, ég var platara bílasaleinu sinni, ég var að fara að selja bílinn minn fyrir svona 25 árum, 30 árum og þá hringdi hann í mig og hann átti að selja hann á sko 250.000 og hringdi hann í mig og sagði, heyrðu, ég búinn að selja bílinn maður og ég bara, yes, gott maður ég seldi hann á 70.000 og ég bara, nei, ég trúi því ekki, nei, bara flippið þér 140 og ég bara, yes, frábært og svo eftir símtali bara, já, býtu, og þetta svona, þannig ég náttúrulega bara krakki og ekki búin að fara í gegnum lífið, almennilega, en mér finnst þetta að vera nálgunin, þú veist, þú kemur þetta, það sem lagt fram og svo koma, þú veist, og þeir laga þetta eins til, fjölga hermönunum með eitthvað svona í 800.000 og eitthvað og þá lítur þetta allt í allt miklu betur út heldur en að leit þetta hvað það sem ásættanlegt hvert viðmiðið sko og ég held nú að einhverjir sé búin að lesa ég held ekki að allir séu eins og ég þarna þegar ég var að selja bílinn en ég held samt að þetta sé nálgunin sko eitthvað svona ofboðslega ömurlegu samningur alveg svo á Gaza og einhvern veginn og svo einhvern veginn verður þetta aðeins skárra og þegar búið að kúa alla nógu mikið að þá svona og að vill enginn halda þessu áfram og skrifum bruddir þeir fá hann Donbass og svona einhvern veginn þetta ekki gott Nei. Þetta náttúrulega ef maður horfir á Úkraínu þetta bara svo sorglegt á svo marga vegu sko það til dæmis þetta náttúrulega valdatafl alltaf stórvelda og stærri þjóða Úkraínumenn og almennir borgarar alltaf þeir sem tapa í stríði og vopnaframleiðendur og oft pólitíkusar, þú veist, beggja megin víglínunar sem sigrað, það svona oft formúlan að það eru við gegn hinum og það eru alltaf hinir sem eru vondir og það er örugglega orðræðan akkurat Rússlandsmegin og svo er það við Vesturlönd sem teljum að vígvæðing sé lausnin og ef maður á að vera alveg bara mjög svona hvað að segja kaldur og bara horfa á þetta einhverju skynsemis augum þá þýðir, þú veist, ef við kaupum fleiri byssur þá kaupir náttúrulega andstæðingur og fleiri og þetta bara hringrás sem að gagnast bara vopnaframleiðendum og kannski einhverjum valdhöfum svona í heiminum sko. Þetta vill maður frið í Úkraínu og þetta mun enda með samningum og allan að Trump má eiga það að Bandaríkin hafa ekki verið að hefja mörg stríð í hans forsetatíð og ef maður horfir á fyrri forseta sem maður heldur kannski að séu miklu betri pappír ef maður skoðar track recordið var þetta utanríkismál þá var það áframhaldandi stuðningu við Ísrael og nýlendustefnuna þar og sömulegis að ráðast inn í lönd svona á og til sko og með einhverju réttlætingu eða ekki sko þannig að þetta lítur náttúrulega ekki vel út þetta samkomulag sem núna verið að leggja fram en staðan bara svo
slæm að þetta hlýtur að enda með því að Úkraínumenn þurfa að gefa einhver landsvæði og eitthvað eftir sem náttúrulega bara ótrúlega sorglegt að segja þetta ráðast inn í land og taka land og bara eignast land þannig. En við erum svona þáttakendur í þessu, hérna vorum með framkvæmdastjóra NATO í gær, Kristrún og Þorgeir og Katri tóku á móti honum. Það sem var verið að þeim skrifandi samninga hérna svona aukið umfang NATO og Íslandi og þá bandaríska hersins og hérna, við erum nú þegar með einhverja 1000 hermenn á landinu. Við erum að bjarga Helguvík. Einmitt, það er verið að bjarga Helguvík. Já, það náttúrulega, þetta kannski naív hugsun að halda að það sé ekki að vera með neina hernaðaruppbyggingu eða svara innrásum í þessu tilviki Rússa inn í Úkraínu að gera ekki neitt. En svo mér líka mjög naív að hugsa, já, ef við ætlum að bara fleiri sprengjur, þær munu hérna laga ástandi, sko. Og svo horfum maður á hryllingin á Gaza, þar sem við einhvern veginn látum það alveg viðgangast og finnst það alveg í lagi. Náttúrulega verið að reyna íta á ýmsar diplómatískar leiðir og mér finnst svona afstaða Íslands hafa verið góð í því máli en við höfum náttúrulega ekki mikla vigt en það náttúrulega bara eitthvað sem maður skilur ekki hvernig þetta getur gengið og ég bara, sko mín trú að þegar verður litið tilbaka vonandi sem fyrst, þú veist, þá verður bara horft á þetta með þeim augum að hvernig gáttu við sem allan á Vesturlönd bara látið þetta gerast, það er alveg ótrúlegt. Það hins vegar sko bara sagan alltaf. Við þurfum ekki að fara langt, við förum til Sarajevo og þetta eru bara, það er 30 ár eða rúmlega. Förum svo bara aðeins lengra, þú veist, hvað var að gerast í Tékkóslóvakíu, hvað gerðist í Ungverjalandi, þú veist, hvað gerist í heimsstyrjöldinni og svo förum bara áfram, hvað gerist í Afríku bara og núna í, þú veist, Sómalía, Súdan, allt þetta, þú veist, við erum alveg ótrúleg. Þetta er eitthvað svona, manneskjan hún er yndisleg, en hún er svo breysk og rugluð og ég hugsa að ég var á tónleikum með Kate Le Bon í síðustu viku, sem er dásamleg tónlistakona og áður en að tónleikandi byrjuðu, þá kom ég veit ekki, ég þarf að finna þetta lag. Það var svona tjant, kona að syngja og hún tjantaði nú er okkar tími karlmenn hafa bara verið og lengi í þessu og við verðum að gefa þeim frí en því að þetta er ekki alveg að ganga hefðum og þetta var svo gott sko og það var eitthvað sko, þú veist að því að það er alveg rétt við erum bara í þessu ég kaupi byssu, kaupi ég byssu pabbi minn, hann er sterkari en pabbi þinn þetta er bara sama þetta er bara Ómar Ragnarsson að syngja fyrir okkur og þannig rekuð heiminn bara, ég læt pappa berjast við tassan bara, mér veist þetta bara svona þetta er bara svolítið svona já, ég ætla, nú getur verið að einhverju verið rosa, segja ég sé eitthvað fastur í vókinu sko, það getur vel verið það er bara fínt, þetta var bara einstætt lag og ég veist það gott ég tjanta það fyrir mig Já. Það kemur eitthvað eiturart komment á samfélagsmiðlum. Já, ég er bara alveg strax. Ég er komið inn núna bara. Já, ég er bara... Það er enginn að láta eitthvað reitstýra því eða eitthvað. Nei, það er... Það verður okkur bjargað geimverunum. Þetta horfum við að spyrja, hvað mjög góður. Sko það er fórsega að þegar þú spyrir þetta, sko ég er búin að vera í smá svona pásu frá fjölmiðlum og fréttum. Bara sérstaklega út að líka bara Gaza og öllu því, þú veist að því að ég bara þurfti mikið erfitt að gerast og eitthvað neginn, þú veist það er Gaza og Trump og einmitt Úkraína og síðar loftslagsmálin og allt það. Þannig að ég er búin að vera bara eitthvað svona svolítið svona, ég fór á Reddit eða svolítið Reddit þessa dagana, þú veitir hvað Reddit, svona, þú veist að það er engin persóna bakvið, þetta er bara svo yrkið eitthvað í gamla daga og datt inn á eitthvað svona UFO, eitthvað alien þræði. Og svona meira því mér langaði að leiða hugan í eitthvað annað en þennan heim og þennan veruleika. Og þetta er svolítið spennandi, sko. Þetta er svona, þú veist, það er að koma út eitthvað mynd sem heitir Age of Disclosure og þar er vist eitthvað svona háttsettir Pentagon-gaurar og eitthvað svona politicsar að fara að tala þessa hluti. En ég er engin sérfræðingur í geimveru málum en eitt svoleiðis ég er bara eitthvað neginn svona búin að skoða þetta pínu, svona að hafa gaman að þessu.
Og þeir vilja meina kannski er eitthvað svona, þú veist, aðeins klárari, En mér finnst þetta alltaf svolítið góð hugmynda þegar ég eftir að koma eitthvað svona góður vinur að ofan sem svona stígur svona rólega, svona lappar hægt og svona kemur svona og frelsar okkur öll frá því að vera leiðileg við hvort annað. En að því þú nefnir þetta sko, að það er nú einhverja vikur síðan og þá horfði ég á sko, hvað heitir það, svona dómsræða eða eitthvað svoleiðis, þar sem að sátu menn úr bandaríska hernum að þetta hafa birst vídeo og fleiri en 2 og fleiri en 15 örugglega í bandaríska hernum. Alltaf er það Bandaríkin, það er aldrei neitt annað land sem sér þetta. Alltaf Bandaríkin sem sá eitthvað svona fullkomna ljós hluti þegar þeir eru að fljúga og þeir eru með endalasta myndböndum af þessu. Ég fylgist það sem og þeir hafa reynt að skjóta það eða svona setja eitthvað í það og aldrei tapar þetta stefnunu sinni. Það er fáruleg hugmynd að skjóta á eitthvað sem maður veit ekki hvað er. Já, þetta er að tjekka, en alltaf verða það einhvern veginn einu skref á undan og hreyfir sig svo fullkomið og eitthvað svona. Og ég er farin að trúa því að þetta er eitthvað, þú veist, það er eitthvað þarna, en af hverju engin önnur lönd hafa lent í samflugi með einhverjum óskilgreintum fyrir hluti. Löndur, sko. Já, þau bara tala ekki nógu háttu það. Nei, bara ég held að sé meira það að það er ekki svona, við erum ekki með sömu aðgengi, til dæmis eins og í Kólumbíu eitthvað, eða einhverjum svona Suður Ameríkulöndum, þar er þetta svona alveg, þar eru pólitíkusar, þú veist, opnið fyrir þessu og tala þetta svona opinberlega, en af því við erum alltaf að hlusta Bandaríkin, þú veist, en þar er þetta ég veit ekki, þú veist, ég hef mér teirt þetta líka, þú veist, og maður sér eitthvað fólk sem er með rosalegt credentials og einhvern veginn fyrir að hugsa bara getur verið að þeir séu allir eitthvað, þú veist, psycho eða þú veist, þetta sé eitthvað svona, það hlýtur að vera eitthvað og líka bara flugmenn, þú veist, margir sem tala þetta, þú veist. En sko, og ég er alltaf bara, ég er alltaf að bíða eftir að svona sjá eitthvað, veit ég hvað ég við? Eða þess að það sé eitthvað svona sönnun. Og þess vegna er ég svolítið búin að loka á þetta, þú veist, þangað til bara seinustu vikur, að þegar maður verður alltaf fyrir vonbrigðum síðan þegar það kemur ekkert út úr í. Svona I want to believe, veit ég hvað ég við? Svona, þetta er svo spennandi, að þegar maður hugsar ef að þeir lifðu sjálfan sig af, sem er ekkert víst að við gerum, þú veist, við erum náttúrulega bara á góðri leið að eyða okkur sjálfum. þá kannski getum við lært eitthvað og eins og þú segir, þetta er líka svolítið svona eitthvað stað bara, eitthvað annað, þú veist, eins og þegar Trump vann í annað skipti, ég var bara, þú veist, mér langaði bara að flýja plánutuna, veitu hvað við? Ég veit hvað tilfinning það er. Ég fann bara svona, ég get ekki meir, þú veist, ég get þetta ekki. Þú veist, hvað er að? Þú veist, og það hugsa maður, kannski er eitthvað svona gáfulegri, eða gáfari hérna tegundan úti sem að, það er örugglega eitthvað. Ég get, amma mín, sem var sjómaður, sem ég var alveg upp af, hún kom í viðtali fyrir svona 40 árum og sagði frá það í einhverju sjómannablaði. Hún var á skipi, hún sagði mér svo sögu og hún kom og sagði hana síðan opinberlega og all áhöfnin á skipinu upplifði það sama. Þau voru hérna fyrir einhvers staðar undan Eyjafjallajökli, einhvers staðar þar, á milli Vestmannaeyja og einhvers staðar þar. Og það kom eitthvað, hún lýsir þessu, þetta er lýst þarna og þetta hló ég að þessu skiljiði þegar ég var einhvern veginn, hló ekki, ég ger ekki lítið úr henni, að þetta er upplifun sem allir, sama upplifunin. Þeir sáu bara sama hlutin, sama, veist, bara allt gerðist eins og þetta var engin á, það var ekkert asbest í vatninu og hérna, það var ekki neina gastegundir, það var engin að trippa og ekkert í gangi, en upplifðu alveg það sama. Og hún lýsti þessu og hún bara trúir þessu og allir sem voru þarna trúðu þessu að þið voru saman í þessu. Og hvað ætla ég að segja við þau, heyrðu, þið sáu þetta ekki. Ég meina, ég veit ekki um það. Frekan ég veit. Hvað sáu þau? Þetta var einhvers konar faratæki, einhvers konar ljós og þetta kom og fór yfir skipið og fór svo við hliðina á því og einhvern veginn. Þetta er bara, ég get fundið, ég ætla að finna þessa grein. Ég vil satt ekki, þú veist, þau eru nú flest látin sem voru. Þetta bróðirinn var skipstjórið þarna og hann var mjög lokað, maður var ekki ánægður með að hún skyldi fara með þetta í blöðin og svona sérst blöðin, sjómannadagsblaðið og hérna, en þetta var merkilegt sko, mjög merkilegt. Það er margar svona sögur sko, sem fólk er með. Eins og Vatnajökuls dæmið. Já, það er 93 held ég segi alltaf þessu sög, ég með sko er að gæta túristastundum. Ég er útskýrð fyrir einhvern veginn, við höfum eyðilagt, sko, Íslendingar eyðilöðu fyrir svona first contact. Þetta voru sko einhverju svona miðlar eitthvað frá Bretlandi sem hefur fengið svona sýn, eða fyrst eitthvað svona telepathic sýn eða eitthvað svona, þú veist, það sem að þetta átti að vera, sem sagt,
á Snæfellsjökli. Já, Snæfellsjökli, þetta var ekki Vatnajökli. Nei, fyrirgefðu, Snæfellsjökli, já, þeir komu á, þetta var. Já, og þá voru sko, það fengur svona sín að þetta vera klukkan eitthvað ákveðinni dagsetningu. Og það er svona trúðu allir að þetta myndi fara að gerast. Þannig að komum bara, þú veist, allstaðar að heiminum, BBC og bara fullt af fólki og sem sagt það voru svona 2 fylkingar, þú veist, það voru svona UFO-liðið allstaðar frá og síðan voru ykkur Íslendingar, ykkur locals frá Snæfellsnesi, ykkur hóteleigandi sem var að maka krókinn og eitthvað. Og þeir ákveða að skjóta upp flugvildum, þú veist, og fagna svona kominni. Ó, nei. Fólk var alltaf bara að bíða, sko, svo gerist ekki neitt. Og þannig að þeir voru meira svona eitthvað að djamma og skjóta upp flugvildum og hafa gaman af þessu. Og sem sagt Bretarnir, þessi miðlar og þessi hópur kendi síðan Íslendingunum að hafa hrætt í burtu geimverurnar. Þeir hefðu sko viljað koma, en svo voru það við sem að með einhver svona fíblalætum. Svona barbarisma. Já, þannig að þetta er kannski okkar að kenna. En ég sé fyrir mig sko, ef þú búin að ferðast í gegnum einhver sólkerfi og einhver ormagöt og eitthvað svona, hvað sem þetta heitir, þú veist, og kemur hinga og svo allt inn bara eitthvað Guð minn góður, þvílíkir trúðar, hvað trúðar eru þetta? Þú veist, ég varst einhvern veginn að myndi verið svona hræddur eitthvað, við erum bara steinvölda með einhver svona, einhverja flugvelda, sko, einhvern veginn, mér fannst svo fyndið, sko, af öllu fannst mér þetta eiginlega svona best í sögunni að, já. Já, ég hef verið hvað, 7-8 ára þegar þetta gerist. Þetta var geggja, ég maður mjög eftir þessu, sko. Það er greinlega reynsluleysi hjá Íslendingum í að taka móti. Við erum alltaf búin að vera hérna með trúandi á alla okkar álfa og ég veit ekki hvað, við erum alveg til í þetta. Paganismin hefur verið alveg hér í bara, við höfum við vorum bara til partí, við vorum bara já, við kannski tókum þessu aðeins og svona léttulega. Svo þetta svona, þú talar flugvelda, þetta líka þú veist, við erum ennþá bara allar siðmyndaðu þjóðir eru bara eitthvað, já, við erum kannski með hjálparsveitir eða eitthvað specialist lið sem sendu einhverja sprengjur og flugvelda, hérna er náttúrulega bara, þú veist, bara í fyrra voru þetta bara einhver 5 ára börn, við erum kannski aðeins fyrir að koma með einhver hlýðagleiru og svona og svo bara þjóðin eitthvað að sprengja einhverja flugelda og þú veist, þetta er alveg geggja þjóðfélag, sko. Það verður líka að horta á það eftir einhver ár og segja, hvað voru að spá? Ég vona ekki, ég er mjög Björgunarsveitirnar fá náttúrulega sitt, sko. Já, það er mjög gott, sko. Það er, ég veit ekki, það eru náttúrulega ekkert allir sammála mér og ég skil alveg þær ástæður líka. Ég á til dæmis hund sem að verður rosalega hræddur, bara svona eiginlega strax eftir jól og alveg svona í 2 vikur eftir áramót, þar sem hann er bara taugaveiklaður. Já, dýrin, bara kettirnir, hún er góður. En ég einhvern veginn, þú veist, mér finnst að, nú kemur í ljós hversu ofboðslega hræðileg manneskja ég er, mér finnst einhvern veginn leggjandi á hann út af því að við verðum öll hins og glöð. Öllum að hins sem eru hrædd, en ég er reyndar, já. Er þetta ekki brisleikinn sem varst að tala sem að kemur það er það sem er nákvæmlega, ef við bara segjum að ég er breyskur maður, þú veist, og maður reynir að horfa bara á það, eins og þú varst að nefna, að hafa þetta umburðarlyndi fyrir og líka ef að fyrsta viðbragð, ég er búin að pæla oft í þessu, svona fyrsta viðbragð við mannesku, bara við mannesku sem maður hittir, er umburðarlyndi kærleikur og ef það er fyrsta viðbragð, að því að maður veit aldrei hvaðan fólk er að koma, sko. Og þú veist, öll þessi, þú veist, einhver ræðst á einhvern og hjólar í einhvern út af einhverju, hvað er í gangi, þú veist, akkur er ástandið svona. Og þú veist, ef maður hugsa, sko, að því hitt viðbragðið er einhvern veginn, þú veist, það er bara svona borðtennis, það er bara, og verður alltaf fastara og ég kemur ekkert út í því, sko. Ég er að reyna, því ég veit sjálfur að ég er alveg svakalega breyskur maður og bara búin að lifa allt og lengu lífi til þess að ég er búin að gera öll mistökin í öllum bókunum, sko. Ég er að reyna að tilenga mig nýja siði, sko. Aldrei seint. Nú er ég bara farin að gera svo eldar á Facebook. Ég er bara voða mikið að fara út með ruslið. Þannig að kannski skrifa eitthvað, einhverja upplýsingar en ekki mikið í því að segja að einhver annar sé eitthvað. Nei, mér var reyndar á hérna í vikunni að setja inn hérna í eitthvað svona upplýsingar sem að mér þóttu hérna eiga við og ég hérna uppskarði mitt ofboðslega mikið hatur fyrir vikið. Við erum að tala alveg svona á nóttinni er að verða að senda mér skilaboð hérna hvað ég sé mikið drullusokkur.
Það er ekki út af við dýrin. Nei, það er ekki út af því að ég elska flugvelda. En það er kannski... Þið er það sameiginlegt. Þú og hatusmenn þínir, þið elski flugvelda. Það er svona, það er fínt. Jú, en svo er alltaf það, sko. Við þurfum öll að saminast eitthvað. Ég meina, við viljum fá svona raunbreytingar í heiminn og það talaðum þetta mikið. Þú veist að vinstri barátta sé verkalýðsbarátta og þá þurfum við nú allir að aðeins að slökkva niður í öllum hinum skoðunum sínum og átt að segja á því að það er einn óvinnur og það er auðvaldið og allt þetta, þannig að þú veist, við komandir, við hugsum svona. En nýkommunismin, Já, en talandi kommunisma, það er nú svona svolítið andstæðan við hann svartur föstudagur í dag. Er hann í dag, já? Wow. Ég missa einhverju. Ég var á AliExpress aðan. Kaupa eitthvað svo glingur. Ég er svo fastur í því. Ég vil alltaf bara borga bara sanngjarnt verð, bara fullt verð. Já. Þú veist, ég er ekki... Já, er þetta útsölu? Nei, nei, ég er ekki... Hvað kostar þetta í alvöru? Eitthvað svona, og þú veist, ég er eini Íslendingurinn sem borgar, þú veist, 5% álag í Eymundsson og það er bara, nei, ég er ekki með vildakort, sko. Já, þú færð bara samt afsláttin. Nei, ég vill hann ekki. Ég vil bara borga uppsett verð. Það sem kostar í alvöru, hvað kostar það í alvöru? Hvað er álag? En hvað er þá sanngjarnt álag? Það er til dæmis bara bensíndropinn. Ég er ekki með einhver afsláttakort í því, sko. Ég bara borga uppsett verð og bensín og bækur. Þetta er bara ákveðið þræls. Er það ekki uppspreytt með þeir? Jú, það er... En er það sanngjarnt? Ég bara fullt verð. Og það er eitthvað svo afsláttar, ég bara býð eftir þetta búið þá fara vörurnar á rétt verð í Elko og annars þar. Er eldur að réttlæta fyrir okkur að hann kaupi jólagjafirnar bara síðasta sér? Ég er að selja mið á tónleika og það er smá svona svartu fössar í dag og við erum að selja slattamiðum þannig. Þú býður bara þetta, kaupir mið á morgun á réttu sanngjörnu verði. Ég fíla þetta. Takk fyrir þetta, þið gerir það líka. Takkið þið eldar eitthvað til fyrir. Og til dæmis, þú veist, þegar allir voru eitthvað að festa lánin sín og eitthvað svona, þú veist, þá er ég bara, ég er ekki það, þú veist. Ég bara borga, þú veist, bankandi þurfa líka sitt. Og það er mjög ósanngjarnt, þú veist, að þú ert kannski fóð eitthvað betri kjör en aðrir, sko. Já, þetta er, þú veist, ég hugsa, þú veist, konaðin er sammála þessu og ég vil bara sammála, já, og það er nú gott að þú líður, þá er bankinn að fá sitt og allir þessir fjárfestar að fá sig. Þeir eru með ávöxtun og kröfu, hún er 30% sem er reynda sko svona 300% hærri en annars staðar, en það er alltaf læg. Það er ekki mitt að ákveða það. En hvað finnst þér þá verðbólguna sem að svona hjaðnaði ykkur? Þú ert að tala hluti sem saman okkur sem þjóð og það er náttúrulega, þú veist, vondaveðrið og verðbólgan og vextir og verðlagið, þú veist, og hvað myndi gerast ef þú tækir þess að þætti í burtu. Þú veist, verðbólgan færi. Við farum að tala eitthvað sem bara við ættum í raun ekki að vera að spá í. Við þurfum að geta rættar, við getum að vera á móti verðbólgunni og eitthvað svona. Það er svo gott, sko. Þetta er bara svo að spurjum veðrið eða eitthvað, sko. Þetta verður að vera hluta að umræðinni. Þannig að ég fagna ekki því þegar stýrivextir lækka til dæmis 0,25 púnta. Þá fer ég að hafa áhyggjur. Hvert leiðir þetta? Það er bara engin verðbólga. Hvað gerist nú? Ég bara vil hafa, þú veist, ég verð svolítið ókyrr, þú veist, ég get að lifa í þenni samfélagi, en mér líður betri í þessu vaff-samfélagi, verður að vextir. Við getum alltaf farið til Ungverjalands og svona, ef það er vesen, þá förum bara þangað upp á þessa þætti. Það er Rússland, Úkraína og svo Ísland, það kemur af vöxtum, húsnæðis vöxtum. Stýrivöxtum. Einhver þarf að vera númer 3. Einhver þarf að vera númer 3. En það er gott að þú sérst Þú stefnir að númer 1 bara. Er það næsta? Það er bara Ísland, þú er bara nánast það. Ísland á alltaf verið í fyrsta sæti. Já, ég er alveg rétt. Ok, svo horfum bara það til dæmis þetta fyrsta sæti. Þú veist, Ísland versus aðra þjóðir. Hvaða þjóðir er hamingjusömust í heimi? Finnland. Já, ok, við erum allan á topp 3, þú veist. Nei, ég er búin að vera stúdera þetta. Ég skoða þetta bara Það ger alltaf einhverja fyrirsagnir. Hamingjusömust þjóð í heimi í Ísland, þá hugsa ég þetta er veðrið, verðbólgan, vextirnir. Ég held að þau séu bara svo rosalega jákvæð. Ég held að við höfum fullt að vera það þess að komast í gegnum að búa sér eyju. Ég held í alveg, ég teki eftir þessu, Íslendingar eru svona bara eitthvað, já,
rosalega jákvæð þjóð. Ég bjóði í Þýskalandi og Noregi, ekkert eitthvað rosalega langt utan fyrir Evrópu, þetta náttúrulega líkt okkur. En það eitthvað sem ég hef aldrei séð svona fárlega, jafnvel, naív jákvæðni. Ég sé Íslendingum einhvern veginn, já. Þetta lýsa helda hérna. Þetta ekki Íslendingurinn. En ég fíla þessa nálgun samt. Ég veist það mjög góð. Ég segi þetta oft líka þegar ég þetta er þetta sama gjöf en ekki gjald, sko. Þegar maður að borga þessa hluti, fara út að borða og gera þetta allt hérna. Þetta er bara gjöf en ekki gjald. Og svona finna í hjarta sínu, þú veist, þegar maður fyrir og kaupir eitthvað svona 3 pulsur og einhvern veginn. Bara þetta er flott, sko. Og að lánin bara flott, sko, svo lengi sem þetta ekki að kaupa þetta á tilboði, sko. Alveg. Ég er svo glaður. Ekki 2 fyrir 1 díl eða eitthvað svona bara, hvað? Nei, ég vil bara fá að kaupa þessar 3 pilsur bara á fullu verði, sko. Og hana nú. Þetta er mjög góð. Já, ég býð bara eftir þetta svartu föstudagur. Já, kemur einhver dagur líka í viðbót. Þetta er nú reynda að vera svartu föstudagur, búin að vera nú í 3 vikur og það morgun byrjar hérna Cyber Monday. Já, og hann alveg stendur í viku líka. Stendur í viku og svo kemur eitthvað svona sem heitir eitthvað annað. Þetta er erfitt líf fyrir okkur sem við viljum borga. Sanngjarnt viðskipti, það er mjög erfitt, sko. Það er alveg. En því að það eru, þú talar tónleika, hvaða tónleika ertu að selja mig á? Ég er Réttur Steffsson, það er nú bara klassískt, sko. En ég er þetta í skíunum, ég var að koma 2 tónleika, ég fór að koma Keillebone og svo er ég koma My Bloody Valentine í Dublin og ég er mjög bara mettur svona, mér líður vel. Og svo Patti Smith að koma? Já, hún er að koma og hérna... Og mun koma að fara í Hofi meðal annars? Já, það er frábært að fara norðum eða eitthvað, það gerist ekki nú oft. Ég myndi að fara í menningarferð norður, það var frábært, ég ætla að skella mér heldur. Algjörlega. Já. Og svo er jólabókaflóði, það er það á hátindi sínum. Eða svona það bil. Þannig að eru þið með svona óskabók fyrir jólið? Það er alltaf þetta klassíska hjá mér, Arnaldur og Yrsa, það er bara svona standard. Já. Ég er ekki dýpra en það, sko. Það er bara gott að lesa. Já, það er bara mjög gott að lesa einmitt. Fröken Dúlla, það er bók sem ég ætla að lesa. Já, eftir hana Kristínu. Já, það er kona sem er mjög merkileg kona. Sem er merkileg, hún er svona, og líka dæmi, mér veist, ég er nefnilega hlakka til að lesa því ég held ekki að þessi kona fengið ómaglega, hún átti alveg að fá gagnrýni, hún var mörguleiti mjög slæm en það voru mennirnir fyrir ofan hana sem voru verri. Þetta er sem manneskja sem var í ástandinu að rannsaka fólk og njósna fólk og skrá fólk og fyrsta lögreglukonu. Já, sendi konur og Kleppsjárnreiki og í sveit og annað eða skildu og var konur sem höfðu bara gert sekan það og svo í Hermanni. Og þetta var bara svona. En það var, þú veist, Hermann og Kó og Agnar Kofod Hansen og svona, það eru svona, og ég held að hún ná að skrifa svolítið, þú veist, að gera þetta, ég hlakka til að lesta, ég er bara búin að lesta svolítið þetta tímabil, en þessi bók hætti ég sé mjög góð. Já, ég sammála, ég sökti mér einmitt svolítið í þetta tímabil á tímabili, þar sem að ég var að skrifa mikið um þetta. Og þetta er ótrúlegt tímabil. Þetta er alveg svakalegt hvernig farið var með ungu stúlkur og hérna hvernig svona þessi forræðishyggja og njósnirnar og allt þetta, hvernig þetta fór fram. Þetta var últra drusluvæðing. Það er bara svona algjörlega á styr hvernig það var farið með fólk. En þið ætlið að lesa eitthvað um jólin? Ég ætla að fara djúpt í þessi Reddit-þræði. Ég elska þetta. Með geimverurnar, sko, út af því að ég var aðeins eftir að kynna mér flóðið og bækurnar, en mér finnst þetta mjög gaman þegar kom út svo mikið af bókum og gaman að hérna söka sér aðeins í það, sko, ég og það svolítið svona eftir, en annars er það Reddit, sko, út af því að ef við horfum bara á okkar sólkerfi, sko, þá er jörðin svo pingu lítið og sólkerfi er bara svo pingu lítið sangkortn af öllum heiminum sem er endalaus, sko, endalaus. Pælið því, það er endar hvergi, sko. Þannig að því og njóta vera gemur og ég ætla að kynast þeim þannig að þú sendir mér einhverja linka, sko. Reddit er svona æðislustæður, það er svo mikið af svona góðum nördaumræðum allt, þú finnur allt annað og það er minna af þessu svona
svona slagsmálum, Þetta er svolítið mitt chat GPT. Ég googla svona spurningu og ger ég svona Reddit í gæsalöpum og þá ég svona samtal svona, þú veist, ef ég er að nota Dr. Google, ég eitthvað, mér er illt hérna í öxlinni og hérna googla, þá fæ ég svona Reddit þræði hvað gæti verið að mér. Já. Það er fólk mjög hjálplegt, sko. Þú finnur svona nördekstra út í heimi og það er enginn, eins og segja, það er enginn persóna á bak við þetta. Þannig að það er einhvern veginn allir svolítið svona jafnfætis, alveg óháð aldrei eða hvaðan þú kemur. Ég fíla það svolítið. Ég myndi samt fara að valja í, þú veist, þessa þræði, að því að það er svo mikið af svona fólki sem er svona, ég hef verið numin á brott. Já, við skulum og það er bara svona, maður veit aldrei, skilur. Það er meira svona gamans, en ég mæli svona með stundum Reddit bara svona að detta ofan í eitthvað svona áhugasvið, þú veist, þessu góður umræður og alls konar svona, maður lærir mjög mikið, sko, af öðru fólki á Reddit. En já, var komið að mér, eða? Já, ég held að. Mér langaði að lesa þessa bók sem var gefin út, ég man ekki hvað hann hét, en hann sem er var að gera rannsóknir á tengslum okkar við kelta, eða svona arfleif okkar við kelta og þú veist, hvernig á landnámsöld, þú veist, hvernig það verið þá með bæði, þú veist, þræla og hvernig það er í, Já, það var auðvitað eitthvað fólk Hver er þetta aftur? Ég man ekki nafnið á honum. Nei, ég man ekki heldur. Ég þekki mannur orð að tala það er bara hans að reyna að tengja hvað var að koma eitthvað nýtt. Tengist eflust Nei, þetta er bara fyrir ykkur síðan, sko, kannski fyrra hitti fyrra. Ég ætla að fara að lána þessa bók og nú bara... Skrifaði, hvað heitir hann, sem var held í fréttamaður. Ég held að þetta sé rétt, já, hann var að skrifa eina svona tengja breyta eins landnáminu svolítið. Já, þetta var fyrir nýlu bók, sko. Já, ég bara man ekki hvað hann heitir akkurat núna, en mér langar að lesa hana. Já, við áhugavert. Ég fæ henni að lána það hjá þér þegar þetta er búið. En ég bara, nú er tíminn farin frá okkur. Við töluðum eiginlega neitt leiðilegt. Við svona skautum mjög listilega í gegnum, mjög erfiðar fréttir en með mjög svona jákvæðu. Við stór skemmdum þáttinn með þessu jákvæðis rausi hérna. Nei, ég minn ekki. Lífið er nefnilega svo frábært, sko. Svona ámar að fara inn í helgina. Og ég tala nú ekki að mæta hingað og hitta ykkur og koma á samstöðuna, sko. Þú veist, ég er bara... toppurinn á helgin er núna, sko, þetta er bara niður og við, en svo þarf ég bara, þú veist, að sníglast þarna framhjá þarna Cyber Monday og Monday svo getur þú farið að kaupa aftur og ég hef beint í að kaupa jólagjafir ég er þetta alveg, ég er ekki með að kaupa neitt svona, þannig ég kaupi þetta bara á sanngjöndum prís. Sko þegar búið að sína Age of Disclosure, ég veit ekki hvort það komið í bíó hér, þá verðum við að hafa annan fund, þá langar mig að heyra hvað eitthvað finnst. Ég er sjálf svona, er ekki búin að alveg ákveða mig hvort ég trúi þessu ekki. Þetta er bara staðfest hér með. Verðum að hittast og... Þetta er sko, Þórbergur sagði að þetta væri svona önnur sveit, hún var hérna í gangi hérna hliðin á okkur, það reynda að vera að tala um bara okkur en það var líka eitthvað annað, svona verur. Það fór maður þetta við værum svona hilkin í kaffibrúsa. Já. Og ég held þetta er það sem við finnum út, sko. Já, ég held að þau séu einmitt hérna. Við bara sjáum þau ekki. Ég held að þetta sé þannig. Þau eru alltaf bara facepalma alltaf. Já, bara... Hvernig maður bara, þú veist, tekur upp GSM sem og ringir í þig, sko. Þú veist, það er eitthvað, þetta er auðvitað mjög skrítið, sko. Já, þetta er allt saman mjög skrítið. Þetta er skrítið líf. En yndislegt. En yndislegt, við skulum ekki gleyma því. Eldar, Unnur, Thelma og Grímur, þakka ykkur kærlega fyrir að koma í vikuskammtinn. Það er búið að vera bara endalaus ánægja að hafa ykkur. Takk. Og góða helgi þið sem að horfið á og ég minn ykkur á að það er hægt að gerast á skrifandasamstöðina á samstöðin.is. Þar er hægt að styrkja þetta góða verkefni sem hér er í gangi og við, bara við ykkur heila lifa og óska ykkur góðar helgar. Bless.